við ætlum að taka nokkuð dæmi hérna. Fyrsta dæmi sem við ætlum að taka, þar eru okkur gefin 3 plön. Hérna x plus 2y mínus z er eftir mínus 3 og 3x plus 7y plus 2z er eftir 1 og 4x minus 2y plus z er eftir mínus 2. Og við ætlum að finna hvað þessi plön skerast. Nú ef þau skerast yfir höfuð. Það sem við byrjum á að gera, við setjum þetta upp í jöfnunheppi. Við ætlum sem sagt að finna x, y, z þannig að öll þessar 3 jöfnur séu uppfylltar á sama tíma. Það er að segja við ætlum að finna eitt punkt sem er á öllum plönunum. Nú ef hann er til. Við setjum upp fylgjajöfnu. Fylgjajöfnan, það er eitthvað fylgi sem er 3 og 3 fylgi sinnum x, y, z er jafnt og mínus 3, 1 og mínus 2. Og hérna koma þá stuðlanir í plönunum, 1, 2 og mínus 1. Og þá fáum við hérna þessi hér, sinnum þessi, gefur x plus 2y mínus z er jafnt á mínus 3 og þá erum við komið efsta planið. Og setjum við stuðlana í hinum plönunum, 3x plus 7y plus 2z er jafnt á 1, 4x minus 2y plus z er jafnt á mínus 2 og þetta er komið á fylgjajöfnuform. Þetta er komið á form, ef við kallum þetta a, kallum þetta vegurinn x og þetta vegurinn b, þá erum við komið fylgjajöfnu þessari gerð. Ax er jafnt á b. Við sjáum, og bara svona aðeins til að rifja upp notasjón, a er fylgi sem er fyllt af rauntölum og það er 3 sinnum 3 stórt, það táknum við svona. Ef við ætlum bara að segja a er eitthvað fylgi sem er 3 sinnum 3 fylgi, fyllt af rauntölum, þá myndum við að skrifa það svona. X er vigur, hann er fullur á rauntölum og hann hefur 3 stök, það skrifum við svona. Og b sömuleiðis er vigur, hann inniheldur bara rauntölur og hefur 3 stök, það skrifum við svona. Og við sjáum að víddirnar passi í þessu, þannig að hér er með 3 3 fylgi, með 3 línur og 3 dálka, munar telja alltaf línunar fyrst og svo dálkana, þetta er LSD-reglan. Og hér er með dálkavígur sem er í R3, hann hefur 3 stök og 3 línur og 1 dálk, 1, 2, 3 línur og 1 dálk. Þannig að ég get margfalda þetta saman, þessi tala er svo sama á sig hér, og út kemur 3 1 fylgi, sem passa sannarlega við að hér hægra megin jafnvægismerkið stendur 3 1 fylgi. Ok, þetta var bara aðeins spjall fylki og svo framvegis. Tökum við þetta út. Ok, nú ætlum við að finna hvað þeir skerast. Og þeir skerast í nákvæmlega einum punkti ef að a hefur ákveðu sem er ekki 0. Þannig ég reikna ákveðan af a, þetta DT því determinant, það er enska orðið fyrir ákveða. Og ákveðan af a, ég nota reiknivélina mín til að finna hana, hún er 55. Og það er ekki 0, þannig að við vitum að plönin skerast í að minnstakosti, í akkurat nákvæmlega einum punkti. Að því að ákveðan er ekki 0, þá vitum við að andhverfan er til og við getum fundið hana. Sér, nú er ég farið að leysa þess að fylgjajöfnu. Ax er jafnt á b. Ég ætla að einangra x í jöfnunni. Það ger ég með að margfalda með a minus fyrsta báðmeðan við jafnamerkið. Þá er ég að passa með að gera það úr réttri átt. Ef ég reikna margfalda með a minus fyrsta hér, sem margfaldum frá vinstri, og þeir eru margfalda líka með a minus fyrsta hér, margfaldum frá vinstri. Þá fæ ég að þetta hér verður einingafylgið, a minus fyrsta sem a er alltaf einingafylgið, eða þessu tilfelli er n jafnt á 3, þannig að einingafylgið breytir ekkert í vegurinnum og þetta er sem sagt jafngilt að x sé eftir a í mínus fyrsta sinnum b. A í mínus fyrsta er 3 3 fylgið sem get sannarlega margfalda við 3 1 vegur. Ef það verður öfugt þá get ég það ekki. Ok, þannig að lausnin mína er að finna í þessu, ég segi x er jafnt og a í mínus fyrsta sinnum b vegurinn. Það er að segja 1, 2, mínus 1, 3, 7, 2, 4, mínus 2, 1 í mínus fyrsta, sinnum mínus 3, 1 og mínus 2 og svo læt ég reiknivélunum að reikna út úr þessu og fæ eitthvað svo mikið sem mínus 1, 0 og 2. Þannig að plönin mætast í punktunum mínus 1, 0 og 2. Plönin mætast í punktinum
mínus 1,0,2. Nú, við skulum skoða annað dæmi. Já, hér fáum við aftur annað dæmi þar sem við erum að finna hvað þrjú plön mætast og nú ef ég seti upp fylgi mitt A, ég ætla að setja upp sem fylgiefni alveg eins og í dæminu undan, fæ ég 1, 2, mínus 1, 2, 4, mínus 2, 3, 7, 2, sem x, y, z, er jafnt og mínus 3, 1 og mínus 2. Núna ef ég læt þetta hér vera fylgi mitt A og ég reikna ákveðun af A, þá fæ ég 0. Plönin skerast bara alls ekki í búndi. Segjum plönin skerast ekki. Nú, við sjáum, ef við skoðum fyrstu tvö plönin, þá þurftum við ekki raun og vera ekki að rekna þetta. Þess að sjáum að normall að þetta plan, ef við segja það sé normall nummer 1, það er normallin 1, 2 og mínus 1. Meðan normallin á plan hérna nummer 2, skulum kalla hann N2, það er 2, 4 og mínus 2. Við sjáum sem sagt að þverill á plönin er sá sami, basically. Hérna, þessi hér er náttúrulega bara tvisvar sinnum N1. Þetta var 1 hérna. Sem þýðir að N1 og N2 eru samsíða, þverlarnir á þessi tvö plön eru samsíða, það þýðir að plönin eru náttúrulega sjálf samsíða, þá geta þau ekki mæst. Þannig að þessi hér eru samsíða. Og þá ef það tvö plön eru samsíða, þá geta þau þrjú ekki hérna skorist nokkuð staðar. Tökum eitt dæmi viðbót. Ok, nú fæ ég tvö plön gefin og ég ætla að athuga hvar þau mætast. Og ef að þau skerast einhvern veginn, þá skerast þau í línu, þannig ég ætla að finna línuna þar sem þeir skerast. Nú erum við búin að skoða eina leið til að finna þetta. Við sagðum, ok, normalvegur á fyrsta planið, ef við segjum að þetta sé plan 1 og þessi plan 2, þá er normalvegur á fyrsta planið 1, 2 og mínus 1 og normalvegur á annað planið myndi vera 3, 7 og 2 og ef ég krossfalda normalvegur 1 við normalvegur 2, myndi það sína útreikningan, ég ætla að sína bara hérna að krossfaldið af þessum tveimur er já, þurfti að fletta upp. Hann er 11i mínus 5j og 1k sem ég get skrifað sem þennan vegur og svo þurfti ég að finna einn punkt á línunni og það get ég gert til dæmis með punkt á línunni. Já, afsakið, skulum taka hérna þetta hér er þá, gefur mér stefni við línunar. Svo finn ég punkt á línunni og þá þarf ég að finna eitthvað x og z sem uppfyllir þessar tvær jöfnur á sama tíma. Og þá get ég til dæmis sett y eftir 0, þá fæ ég x mínus z er mínus 3 og ég fæ 3x pluss 2z er 1 og ef ég leysi út fyrir þetta, þá fæ ég, skulum gera það bara hvernig, sem 2 hérna, þá er með 2 með 5x mínus 2x pluss mínus 2z pluss 2z x er mínus 1 og z er þá 2 þannig er með punktin mínus 1,0,2 og sjáum ef við setjum þetta hérna inn í jöfnu okkar, sjáum við að báðar jöfnur eru uppfylltar. Þannig að línan getur verið, við kalla hana P, getur verið stefnuvegurinn minn, sinnum eitthvað T, pluss stöðuvegur eins punkts á línunni. Og T er rauntalan. Ok, önnur leið til að finna nákvæmlega sama plan, það var að gera eftirfarandi, segja, ok, ég er með þetta hérna tvennt, nú kann ég að leysa jöfnunheppi, mér langar eitthvað að nýta mér það. Og ég segi, ok, ég ætla að kynna til sögunar nýtt plan. Ég ætla að láta eitthvað plan Z eftir K vera með. Og svo finn ég hvar þessi þrjú plön mætast og segja K er einhver rauntala, bara einhver rauntala. Þá ger ég þetta svona, ég set upp jöfnunheppi, ég er með stuðlana í plönunum 1, 2, mínus 1, 3, 7 og 2 og svo setja eftir K, það fæ 0, 0, 1 sem x, y, z neðsta lína hérna er bara z er jafnt og mínus 3, 1 og K
Og núna því ég leysi út úr þessu jöfnunarheppi, geri það eins og ég gerði áðan, þá segi ég x, y, z er jafnt og þetta hérna fylki í mínus fyrsta sinnum mínus 3, 1 og k og ég reiknum út úr þessu, þá fæ ég svo mikið sem mínus 23 pluss 11k, ég fæ 10 mínus 5k og ég fæ k. Og ég get skipt þessu upp í tvo vigra, í vigurinn mínus 23, 10 og 0 pluss k sinnum 11 mínus 5 og 1 og svo ég komið með jöfnu línu. Svo ég með sama stefnuvegur hérna og annan punkt reyndar, en það skiptir einhver máli, við þurfum bara einhvern punkt á línunni. Og við getum gáð hvort þetta sé sannlega rétt, er þessi punktur hérna á línun okkar, þar sem hann uppfyllir hann bæði plönin og við stingum inn hérna fyrir x og z og y eftir 0 og fáum út að þetta stemmir. Hér er jafna línunar með einn aðferð og hérna er jafna línunar með annari aðferð.